Heil og sæl og velkomin með okkur í mín skoðun hér á broadcast.is. Þetta tvö hólf hjá okkur í dag þennan miðvikudaginn. Í fyrra hólfinu ef þannig voru komast formaður knattspyrnudeildar Grindavíkur í léttuspjalli eða léttuspjalli í spjalli, alls ekki léttu. Og síðan komaðu Kitty og Svankvít þar á eftir. Og þá verður fjör og sjálfsögðu rifist eins og svo oft. En ég ætla að byrja á Hauki Guðbergi Einarsinni, formanni knattspyrnudeildar Grindavíkur. Heill og sæll og velkomin. Já, þakka þér fyrir. Þakka þér fyrir að bjóða mér í þáttinn. Það var nú lítið, það var löngu tímabært. Það er erfiði tímar hjá Grindvíkingum. Já, þetta eru skrýtni tímar. Já. Það er svona alls konar í gangi. Alls konar tímar. Já. Já. Það er sorg, þakklæti. Já. Svo er rosalega erfitt að lýsa því hvað fólk er að gangi gegnum, sko. Já. Þú ert borinn á barnfæddu Grindvíkingum? Nei, ég flutti til Grindavíkur því ég er 10 ára. 10 ára, já. Já. Kona mín er fædd og Já, uppalinn. akkurat. Og börni mín. Já. Já. Og já, ég er harður Grindvíkingur, ef svo má orðið komast. Já. Ég elska hana bæ og hérna var í fótbolta. Hætti af þessu þegar ég var komin í annarflokkin og fór á sjó en hérna... Og var síðan skipstjóri? Já, fór á sjóun og gerði skipstjóri og vann fyrir Einhamar og þetta er svona, hvað maður segja, þetta bæjarfélag er dálítið einstakt. Ég er ekkert að segja að við sem eitthvað betri en einhver aðrir en hérna að vera búin að búa þannig í Grindavík allan annan tíma og kynnast mikið af fólki. Það verðist vera leiðtogi hérna í hverju götu. Já. Það er kraftur í þessu fólki. Og hérna, þetta samfélag er óbúslega gott og sterkt og ef eitthvað kemur upp á, þá höfum við alltaf þjappa okkur meira saman og hérna áfram gakk og það er það sem að ég held að verði núna. Staðan núna, það er enginn í bænum, Nei. nema björgun að setja fólk kannski og einhverju jarðvísítar menn. Þú átt heima á hvaða litur er á þínu svæði? Ég er á rauðu svæði og... Það er mesta hættusvæði? Já. Hefurðu fengið að fara ná í dót? Já. Já. Fengum að fara í 15 mínútur. Já, heilar? Já. Já. En þetta byrjaði nú með 5 mínútum þegar fólk var að byrja að fara að inn. Já. Og það er dálítið skrítið að hugsa til þess ef að þú fær símtal og það er sagt að þú fáir 5 mínútur til að fara inn á þitt heimil og taka það sem að þú þarft. Og fólk fer inn á sitt heimili. Já, og svo þú kemur inn á heimilið, það koma alls konar tilfinningar upp hjá fólki. Já. Og fullt af fólki er að koma með hluti af heimilinu sem skiptir ekki máli. Nei, en tilfinningalega skildi. Já, bæði og það er bara dæmis að með systir mína. Já. Hún er í björgunarsveitabílum á leiðinu úr Grindavík með eina töng í hendinni. Hún veit ekkert af hverju. Með eina töng? Já. Af hverju tók hún þessa töng? Hún getur ekkert svarað því í dag. Fólk fer bara í eitthvað ástand sem er erfitt að lýsa. Sko. Já. En þetta, þú veist, ég er óbúslega bjartsýnn, ég er kannski óþólandi stundu hvað ég er jákvæður, sko. Já. En við verðum sterkari þegar við komum tilbaka. Já. Já, ég ætla bara að vona það, ég meina, en nú snúum við okkur svona aðeins að íþróttunum, ég meina, þetta er mikil áhrif á íþróttunar, sko, Grindavík er þekkt fyrir að vera mikill íþróttabær, fótbolti og körfubolti. Já. Sérstætt sumar og sumrin er fótboltinn og karvan á veturna. Já. Hvernig horfir þetta við? Ég menna, það mættu margir í smáran og horfa á körfuboltan og karla og kvenna og svo leiðis, en það var bara einn leikur. Já. Hvernig sér þetta svona bara þennan vetur? Ég ætla nú bara að byrja á því að þakka félugum í kringum okkur. Breiðablik, Víking, ÍR,
Reynir Sangiri, Þróttvogum, Keflavík, Njarðvík, það eru allir boðnir og búnir til þess að hjálpa okkur og bjóða okkur aðstöðu með yngri flokkastarf og hitt og þetta. Ég get ekki þakka þessum félögum nógu mikið fyrir Grindavík og það er bara ágætt ég komið því hérna fram. Já. Ég er óbóðslega þakkláttur fyrir þessi félög og við allir Grindvíkingar. En ég er bara á fundum, ég er að funda daglega og ég er búin að hóa stjórnina saman og það var skrítið að kalla stjórnina saman. Ég gerði það nú bara til þess að horfa í augun á fólki. Út af það er svo misjátt hvernig menn eru undir svona ásökumulagi. Menn eru misbrotnir og maður verður að virða það. Við erum mismunandi eins og við erum mörg. Heldur betur. En þetta er allt sko óbúslega sterkir karakterar og sem að reka fyrirtæki og þetta er alls konar sem að fólk að reyna að bjarga og gangi í gegnum sko. Og einn úr stjórninni, hann er búin að missa húsið sitt. Það er brotið og það er búið að dæma það ónýtt. Það er svoleiðis. Það er bara 2 mínútur frá mínu heimili. Já. Sem við löpum bara á milli og þú veist, það er búið að klippa á alls konar tilfinningar og alls konar. En sko þetta er bara steypa fyrir mér. Það er hægt að byggja nýtt, það er hægt að færa sig aðeins til og gerum þetta bara flottara. Ég sé þetta bara svolítið fyrir mér, ég get ekki gert annað. Nei. En það er ekki allir þannig? Nei, það er ekki allir þannig, ég veit það. Nei. Og hvernig svona sérðu þennan vetur, nú fer, undirbúningstímabil félaga er byrjað í næstu leiktíð. Já. Hvar eru þið niðurkomnir? Við erum á Álftanesi. Já. En við höfum síðustu 2 ár verið að æfa 2 sinnum í viku á Álftanesi, þannig að það er ekkit svakaleg breyting þar. Nei. Við erum konið með aðstöðu hjá Stjörnunni í sal með líkamsrækt. Já. Og sko, svo verðum við bara að taka einn dag í einu eins og staðan er í dag sko. En ég sé bara fram á það að við komumst í gegnum þetta. Þetta verður þetta verður erfitt og það verður mikið segl að komast í gegnum þetta en við gerum það á endanum. Ef við stöndum alls saman þá hefst þetta. Já. En sko, nú er ég að velta fyrir mér næstu leiktíð eins og við gerum svo oft á þessum tímapunkti. Já, maður minn. Já, síðasta leiktíð var vonbrigði fyrir Grindavík. Já. Og þið ætluðu ykkur herra. Já. Við vitum það. Já. Skiptum þjálfara. Já. Og Brynja Björn er núna í brúnni. Já. Hvað er með ykkur og hvernig ertu að horfa á næstu leiktíð? Ertu bjartsýnn eins og varst fyrir síðustu leiktíð? Já, varst þú nú ekkert bjartsýnn? Ég var alveg bjartsýnn heldur þetta. Já, ég ætla nú bara að biðja þið óskaðir til hamingju með nýja aðstoðarþjálfarann ykkar. Já, Helga Sigurðsson. Já, þakka þér. Algjörlega stórkostlegur gaur og flottur og metal mikils. Já, Brynjar er öflugur og flottur og svo er Orri Hjaltalín. Já, með honum og svo eru komið með styrktaþjálfara og við erum komnir með nýja leikmenn sem ég gef ekkert upp. Nú. Og maður minn lifandi. Við verum gulur glaðir og bláir. Er það íslenski leikmenn? Það er ekkert gefið upp. Kemur ekki þessi frétt. Það er ekki gefið upp. Er þetta íslenski leikmenn, já eða nei? Já og nei. Og það er bæði? Já. Ok. Er það margir? 2, 3, 4? Þú ert rosalegur. Þú ert verið en skipstjóri á veiðum. Sko. Já, ég menna sko, ég er nú alinn upp á Eskifirði. Sko, það eru konið 3. Það eru konið 3. Ok. Hvenær verða það tilkynntir? Ég veit það ekki alveg. Ég bara ætla að láta stjórnina ákveða það. Já. Hvernig fannst þér, sko ok, það er einhver útlendingur hana, eða útlendingar. Hvernig var að
selja þá hugmynd að vera að koma í þennan bæ? Þetta var náttúrulega bara gert áður en allt. Já, fór að stað. Já, og það á að koma einn á reynslu til okkar bara eftir nokkra daga, en við erum aðeins búin að hægja á því, sko. Já. En það kemur í ljós. Já. Við greiðum úr þessu. Já. En eru búin að tala við hinn aðilann? Já, hann er bara spenntur. Hann er bara spenntur? Já. Bara Shaky Stevens? Já. Sko, þessi körfuboltagæjar, þeir eru bara full force áfram í körfunni. Já. Það er bara ekkert vandamál. Nei. En fótboltagæjarnir, þeir það er alveg eins? Já, ég hef ekki heyrt neitt annað. Með mig? Ég heyrði nafnið Kristinn Jónsson til ykkar. Þú ert alveg ótrúlegur. Ha? Já. Er eitthvað... Þú heyrir mörg nöfn. Er eitthvað til í því? Nei. Nei. Ok. Þið eru allir að styrkja ykkur. Er það missa einhverja leikmenn? Já. Óskar Örn er komin í Víking. Já. Og, sem aðstofþjálfari. Í þetta þjálfara teimi? Já, og það fara nokkrir nokkrir út og svo koma nokkrir inn í staðinn. Já, það er yfirleitt þannig, sko. Já. Hvað fara margir út? Við erum líka með unga leikmenn sem eru bara öflugir, sko. Já. Og þeir voru nú Íslandsmeistari í 15 flokk fyrir nokkrum árum og tveir búin að fara út á reynslu og eru þriðja það núna? Já, þeir eru þriðja, en ég held að þeir hoppa aðeins upp í annar flokk bara, þeir eru orðin það góðir, sko. Já. Voru á reynslu úti? Já, hvar? Limby. Já, tveir? Já. Hvað heita þessi kappar? Það er Kristján og Sölvi Ásgeis. Þetta eru Kristján er 1 ára eldri en Sölvi. Og þetta eru... Þeir voru hjá Lyngby? Já, og þeir, sko, það var vakinn dálítið eftirtekt með á móti í Reykjavík í sumar. Reykjöp. Já. Það var eitthvað sem að raka augunni og setti allt á stað. Það eru að fara til Lyngby eða býða stærri klúbar? Já, jafnvel, sko. Þetta er komið eitthvað aðeins lengra. Já. En ég veit ekki hversu langt það er alveg komið núna. Nei. En þetta eru strákar sem eru að æfa með meistaraflokk Grindavíkur í dag og eru alveg að klóra þarna á bekkinn og spila. Já, gaman að því. Já. Þú veist að tala að það var einhver að fara og þú nefndir Óskar Örn sem spilaði hann og reynda lítið síðast að... Já, hann var óheppinn, lenti í meðslum og svo fekk hann sýkingu í líkamann út frá því en því líkur topp knattspyrnumaður og flottur karakter. Já, sko. Hann er flottur. Já. Og Guðjón Pétur. Já, Guðjón Pétur Lýsson. Hann er að fara. Hann er nú annar karakterinn, flottur. Já. Ég heyrði nú í honum daginn bara svona léttu spjalli og var að þakka honum fyrir og hann fer, ég veit ekki alveg í hvaða lið hann ætlar að fara. Nei, maður nú vil lýsa sig að hann ætlar að spila í bestu deildinni á næstu leiktíð. Já, ég bara segi farnist honum vel og bara bestu kveðir á hann, það topp maður. Eru fleiri að fara? Það er náttúrulega einn komin upp á Skaga sem að var að spila með okkur síðustu leiktíð. Já, hann að Kartic já, hann Kratic. Já. Það var náttúrulega mjög kraftmikill og geða leikmaður. En það kemur maður í manns stað. Já. Þannig að Já, það eru þarna nokkur stórnöfn sem fóru en við erum komin með 3. Já. Það eru fleiri? Ekki svo ég man til, sko. Nei. En það getur alveg verið, Valtýr, að ég man þetta ekki allt akkurat núna og það er svo mikið í hausnum á mér sem maður er að berjast við. Já, ég skil það mjög vel. Næsta leiktíð, svona, ég veit að þú varst bjartsýnni fyrir síðustu leiktíð heldur en
niðurstaðan varð. Já, Hvernig ertu fyrir næstu leiktið? ég Á þessum tímapunkti, þegar undirbúningstímabilið er að hefjast. Og þið er hvergi heima. Já, já, þetta er töff. Já. Það er þannig og sko ég er alveg með báðar lappir á jörðinni og hérna ég skrifaði pistil til strákana í gær, þeir eru með svona meistaraflokks síðu og peppaði á áfram og eins og ég sagði í þeim pistli, við erum bræður og við sko hver bróðir hann blæðir fyrir næsta bróður sko og við verðum að halda því áfram að halda dampi sko og hérna þótt að sé erfitt en ég hef fulla trú að þessi strákar í Grindavíkurliðinu, þetta eru svakalegi karakterar. Já. Og Þekktu fyrir það. Já. Ég veit ekkert hvort að við komumst í úrslitakeppnina eða förum beint upp á næsta árið eða eitthvað en við verðum full force in. Er ekki stefna að setja á úrslitakeppnina að minnstakosti? Jú, allan daginn. Ég sæti ekki í formanstu Grindavíkur öðruvísi sko. Nei. Ég er keppnismaður sjálfur sko. Já. Og ég hef fulla trú að við förum bara til Grindavíkur eftir áramót. Það er svoleiðis? Já, ég er þar. Sama hvað Þorvaldur? Nei, ég held að það er bara eitthvað sem segir mér það. Já, að við erum að bara fara heim fyrr en áætlað er. Já. Vonum að það verði. Já. Veistu hvort það er mikla skemmdir á hérna mannvirkjunum að það? Það er að segja íþrótta mannvirkjunum. Nei, sko það var viðtal við formann Björgunarsveitarnar hjá okkur og hann vildi nú ekki meina það. Nei. Og hann þekkir nú vel til og er búinn að skoða þetta allt. Já. Það er örugglega eitthvað en ekkert sem er ekki hægt að laga. Nei. Þannig að ég hef engar ágjörð á því. Nei. Stúkan stendur. Já. Og Sundlaugin? já, ég held það. Ekki nema hún leki, ég veit það ekki. Maður veit aldrei. En Íþróttahúsið? Grindavíkurbær er samt búin að sko, það er áætlun að búa til nýja sundlaug á að fara að henda 2 milljarða í það. Já. Þannig að þótt að það springi nú ykkur veggir í gömlu þá er það alltaf leið, það er bara byggt ný. Já, en hérna gervigras. Já. Hefur það ekkert verið til umræðu að Jú. og þá að setja það í staðin fyrir aðalvöllin eða einhverstaðar annar staðar eða? Hugmyndin hjá okkur í stjórninni var að setja æfingagervigras á æfingasvæðið og bíða eins og sjá hvað kemur út úr hybridgarasinu hjá F-háingum. Já. Það mér finnst það spennandi. Spennandi og góð pæling hjá þeim. Já. Og ef að það kemur vel út og þá sjáum við fram á það eftir smá tíma að setja það sama hjá okkur á aðalvöllin. Á aðalvöllin, já. Það er hugmyndin og þá þarf að setja hitalægnir og slíkt undir. Já. Og úðunarkerfi. Það verður hvort er gert þegar sundlegin verður tekin í gegn. Þá eru lagðar lagnir að báðum völlum. Já. Æfingavellinum og aðalvellinum. Já, þannig að það verður hægt að æfa við betri aðstæður á veturna. Já. Er fyrirhugað að þið fáið knatthús í náinni framtíð? Við erum með knatthús. Nei, svona fullstara? Já. Ég sé það ekki alveg gerast svona í náinni framtíð, sko. Nei. En hérna verðum við ekki líka að bíða og sjá hvað búa margir í Grindavík. Heldur það fækki? Já. Við þessi? Já. Mikið? Von ekki. Nei, hvað svona... Þú ert nú talið verið að skegnmaður eins og allir sjómenn eru. Já. Þeir sem hafa lengi á sjónum, þeir sjá lengra heldur maður hyggur. Já, það er... Allan að mín reynsla. Það er dálítið að gömlu fólki sem treysti sér ekki aftur til Grindavíkur. Já. Það er á meðal tengdaforeldrarnir mínir. Jafnvel uppveldi svaði minn sem er grjótharður sjómaður og kallar ekki allt ömmu sína. En... Það er ykkur sem snú ekki aftur, ég veit það. Já, 3600 getur farinir í 3000, 2800. Já, svo, við ertum bara kannski að sameinast og þá förum við bara aftur í 4000. Já,
Hefur það hefur verið hugmynd? Já, menn ræða alveg sín á milli. Já, það hefur verið hugmynd að saminast. Já, hann Marteinn í Vogunum, rosa kraftur í honum. Já. Ertu þá að tala að fótboltaleiðin saminist eða? Já, bara bæjarfélagin, Já. ég veit það ekki. Hjalli, hann ætti nú kannski að hlusta hann á þátt og tjekka á þessu. Athuga þetta. Já, mynduðu spila þá undir merki Grindavíkur eða er það Grindavík skástrík Þróttur Vogum? Það er alltaf langt. Já, það ég ætla ekki að fara að gera neitt lít úr Þrótt Vogum út að þetta er þvílíkur vinaklúbbur Grindvíkinga. Já. Ég lít bara upp til Þrótt Voga. Já. Þetta er rosalega flott fólk sem býr þarna, kraftur í þeim og ef við þurftum að bara breyta nafninu þá bara myndum við breyta nafninu. Mér er alveg sama hvað það er. Já, Þorbjörn bara. Já. Þorbjarnavík. Já, okkur ekki. Þorbjarnavík. Já. Nei, við sjáum til. Ég menna, sko, það er aldrei svo svart. Það birtir ekki til. Nei. Og ég er bara það. Birtir alltaf til upp síðir. Já. Birtir alltaf upp síðir. Ég trúi því að við rísum upp úr þessu og við erum sterkari fyrir vikið. Já. Það horfir á næstu leiktíð að lið sem að fóru niður og samkvæmt síðustu fréttum og verðustu bæði verið svona aðeins löskuð IBVF og Keflavík. Já, við vitum að Eyjamenn þeir eru nú þekktir fyrir að spýta vel í og slíkt en það verðist verið með Keflavík að þeir eru aðeins laskaði þannig að telur möguleikan að vera meiri heldur en fyrir síðustu leiktíð að fara upp? Nei. Þú skast ekki taka Keflvíkinga sem eitthvað auðunni lið. Ég er ekki að gera það. Nei, þeir sko... Þeir eru laskaði, við vitum það. Já. Og við hefum séð þessi löskuðu lið stíga upp sko. Já. Og ef ykkur geta þá geta Keflavík og hvað þá Vestmanningar. Já. En ég held að þetta verði bara hörku deild. En við vitum það, Haukur, að fjármagn er meira hjá ykkur heldur en mörgum öðrum liðum í lengjudildinni. Þið eru fjárhagslega ágætlega sterkir. Já, við erum með öfluga aðila sem að standa bak við okkur og það er náttúrulega eitt af því sem að Grindavík verður að rísa upp aftur. Það er þessi fyrirtæki í bænum. Já. Og það er hornsteinin. Það er hornsteinin af öllu, Grindavík. Já, við kannski, ég þekki nú ekki peningaflæði hjá Keflavík né IBVF, en við erum heppnir. Já. Það hefur verið talað, að maður fái vel út úr því að fara til Grindavíkur og spila. Já, ég held að það sé svona orðum of aukið, sko. Ég held að við séum bara á pari við sömur Reykjavíkurliðin. En kannski ekki kannski stæðstu Reykjavíkurliðin, en svona kannski Fram. Já. En það er besta deildin. Já, maður er stundum svona að bera sig við þig, sko. Já. Þessi er góður. Þessi er ágættur. Jesús minn, fór hann ekki inn á þessa breytma. Já, það má líka gera það. Já. En þetta er bara, ég held að þetta sé bara að vera ágætt hjá okkur. Hvenær færðu að fara næst inn í húsið þitt? Ég hef ekki fengið neina tilkynningu um það. Í dag eða? Nei. Nú er ég með allan fókus á að komast inn í fyrirtæki sem við vinn hjá, Marine Collagen. Já. Þú er komin í land? Já, komin í land. Ég er búin að vera í rúm 3 ár í landi. Já. Hvað varstu lengi sem skipstjóri eða út á sjó? Ég var á sjó í 32 ár. Já. Skipstjóri í 16. Skrítið að koma í land? Já, það var mjög skrítið. Já. En það var aldrei verið jafn mikið að gera. Nei, það er svoleiðis. Það er alltaf einhver verkefni. Það er náttúrulega, þú varst fengsæll. Ég segi það nú ekki. Þú rataðir á, þú þekktir miðin eins og lóan á þér. Já, það má segja það. Þú, ertu búin að taka það úr húsinu þínu
það sem að já, það eru rauðu svæði sem að þú er eitthvað eftir sem þið langar að ná í? Þetta er bara heimilið mitt. Já, bara heimilið þitt. Já, Það er bara svoleiðis. Þú skildir mikið eftir? Já, það er töluvert eftir. Við erum með fötin okkar. Bílinn? Já, báða bílana. Já. Við erum með svona þetta daglega sem maður er að nota. Maður byrjar alltaf að verða tannbursta sinn. Já. Sýsliðin tók töngina. Já, hún er með töng sem ég get fengið lána Nei, þetta er alls konar. Já, ég er bara í fínum málum, sko. Já. Hvar býrðu núna? Ég býr í Hafnarfirði. Já. Ég var óbáslega heppinn að frændi minn lét okkur hafa húsið sitt, þannig að við erum 3 fjölskyldur sem búa það saman í dag. Já. Og flutti hann bara út? Já, hann bara flutti til Seattle og það sem með hann. Já. Þetta er alvöru. Menn hliðra til, sko. Já, heldur betur. En þetta er eitt af því sem að fyrir utan öll félögin sem er að opna dyrna fyrir okkur. Það er fólki í landinu sem er að opna hjarta sitt og opna heimili sín. Já. Og þetta er eitthvað sem að ég sagði við frænku minna, ég get aldrei borgað henni tilbaka menn ég lifi, sko. Nei. Ég er gríðarlega þakklátur. Já. Bara höfðu það að loka orðin. Takk fyrir komuna minn kæri. Takk hérlega. Og góða kveðju til Grindavíkur. Takk hérlega, sumuleiðis. Já, Haukur Guðberg farinn frá okkur og þau eru sest hérna Kitty og Svankvít. Það er 32 dagar til jóla og það var sorgardagur þennan dag árið 1963 í heiminum þegar John F. Kennedy, forseti Bandaríkjanna, var myrtur og það var oft verið sagt að veröldin hafi tapað sínu sakleysi á þessu morði. Síðan þetta er fæðingadagur þess merka manns Ásgeirs Elíassonar, fyrir þjálfara Fram og landsliðsins, og hann var reyndar hjá Þrótti líka og ÍR, Víking Ólafsvík. Já, ég held að þetta sé nokkuð rétt hjá mér. Og þekktastur er hann þó fyrir störf sín með Framarana okkar. Blessuð sé minning hans, þess mikla þjálfara, og ég hef nú oft sagt að hann sé svona brautriðandi í þessum fótbolta sem að vera að spila í dag hér á landi, og ég stend við það. Nú Ingvari Sigurðsson, leikari, hann á afmæli í dag, og Scarlett Jóhansson, já, ég varð að nefna hana bara fyrir Kitta, og Kitti er mikill afmælisstrákur. Já, ég menna kvennamaður. Já, mér líka. Já, það líka. Já, það bara með. Og síðan Guðmundur Ellingsson, Gummi Ellings, gamli markvörður í Þrótti. Hann átti einhverja landsleiki, eða gott ef ekki, eða landsleik. Askoti góðu markvörður, býr í Hveragerði, eins og ég segi oft húrti gúrti. Til hamingju með daginn, Gummin, þú er topp drengur, algjör. Og þá var það þið, elskunnar. Hvað segið þið? Má ég búið með þetta? Ljómandi góður. Ég hef verið betri, ekki það. Já, þetta er ekta svona auglýsingar, þetta er ekki sammála því að það var þetta að nota hann í auglýsingar núna, maður. Fyrir Nesiril. Ef að Nesiril vantar talsmann, þá er tekið upp endur núna. Já, ef það er einhver markastjóri þar með viti, núna á hann að ringja. Á í Nesir. Ég skal bara gefa ykkur upp númer í þannig. Hvað segir þið gott? Ljómandi gott. Það var ýmislegt í gangi. Já, það er ýmislegt að vera í gangi í boltanum. Við erum náttúrulega komin í umspil þessir, við hérna Íslendingarnir og alltaf. Þetta er frábæra íslenska landslið. Dreigið á morgun. Dreigið á morgun. Hvort við lendum í A eða B. Já. Skrítið, okkur er dreigið í. Þetta er bara, þetta er þetta umspil. Ég ætla ekki að reyna að skilja þetta Nations League fyrirkomulag. Ég er búin að reyna og ég er búin að googla. Ég ætla ekki að gagnrýna þetta enninu sinni. Ég er búin að googla þetta, ég er búin að reyna að skilja þetta frá þetta komin og ég skilji ekki neitt. Nei, ég meina ég hringdi reiknistofubankana, þeir skiljið ekki, sko. Nei, ég meina ég álít mér sem alveg ágætlega gáfaða manneski, en ég nægis ekki. Þetta er bara fyrir ofar minn skilning. Ég skilji þetta. Það dreigir þess að hvort þú ferði í A eða B. Já. Er það sem tengist það ekki þjóðadeildin eða? Ég veit ekki, það tengist þjóðadeildin einhvern veginn. Við erum inni út af þjóðadeildinni. Já, en ég er að tala hvort þú lendir í A eða B, þú veist, gæti Ítalía lendi í B? Nei, það er bara dreifins 3 lið hverju lenda í A eða B. Þau eru vantilega voru í B-umspilinu og
og enda 3 þarna eitthvað, ég veit það ekki okkur er önnur 3 föst Nema- Það er svo millibils ástandi þessi 3 lið. ég skil þetta ekki, ég nenni ekki að reyna að skilja þetta ég get ekki skilja þetta, ég er búin að reyna það Já, og þetta er svona svipaða pælingar þegar við vorum að spá í hvað formaður KSÍ gerir hvað er í raun og veru, við skiljum ekki heldur við þurfum að fá útskýringar á þessu frábær samlíking. við þurfum að fá útskýringar við vitum ekkert hvað neitt gerir neitt í neinu Nei, það er bara, hvað gerir formaður KSÍ? Jú, fer til útlanda. já, fyrir útlanda Fer til útlanda. og þú komst með lengsta svar í heimi á þess að svara einni spurningu ekki einu Mætir landsleiki Og og landsleiki. svo bara veit ég ekki. Nei, en heyriði, ég menna að við erum að fara að verðum í A eða B og þá vonandi verðum við í B, þá fáum við auðveldari leik. Já. Er það samt betra fyrir okkur Íslandinga? það var Við verðum að mæta auðveldar liðum og ekki geta neitt og svo við mæta Já, ég menna við fáum þá allavega þáttökurétt. Það er meiri möguleikar að við komumst þá inn í þessa úrslitakeppni sem eru 1850 liði í. Já, þannig að það er búið að fjölga svo mikið eins með HM og slíkt. Og fjölga það mikið, þetta er eiginlega bara leiðilegt, Já, sko. þetta er Ekki orðið skemmtilegt Nei. þetta er ekki orðið lengur svona eins exclusive og þetta var svona, þetta var svona eitthvað sérstakt við að komast Já, á Nei, ég þetta meina þetta er ekki skemmtilegt fyrir henni bara svona áttalöfslutum, sko. Maður er einhvern Já. veginn bara svona Það er alltaf 16 liða, Já, þá er Já, þetta. þetta er alltaf mikið að Sumir leikir í 16 liða, ekki allir. Þetta Nei, er- nei, en svona maður byrjar, ég bara horfir á leiki þessar riðlakeppni Já, og svo horfir maður Þú vilt bara horfa á stórstjörnur spila. já. og það er eins og þú segir, það er einn og einn það sem maður segir bara, nei, ég er ekki að fara að eyða 90 mínútur með 120 eða Þetta er eiginlega orðið 130 mínútur núna með að þetta er langur Já, já. uppbótartíma. Ég hugsa að ég taki enga leik með Albaníu til dæmis í riðlinum. Ég er ekki að horfa á einn leik með Albaníu til dæmis. Ég held að þeir sé áfram. Sérstakar stundismæður Nei, ég nefnir til dæmi, þú veist, það er fullt af liðum að það hugsa með sér bara, þú veist, ég nenni ekki að horfa á þetta, þetta er ekki spennandi. Nei, ég meina, nenni þú að horfa á leik með Albaníu til dæmis, bara segjum við að Albanía, hvað getur verið, Slóvakía? Nei. Rosa spennandi leikur. Jú, ég myndi að horfa á Slóvaki Hvað ætlar að gera Það þessu? eru Susek og Súfal Nei, þeir eru í Tékklandi, Þeir eru Tékklandi fyrir ykkur Ég er ekki að horfa á Slóvaki fyrir ykkur Smá mista, takk Ég fyrir meira þess að var ekki einu að leiða þetta hljómaði bara svo flott hjá hann, en ég var ekki einu svona fyrir, með sko. glerugun upp. En Tékkland gæti reynda líka orðið hérna, Slóvakía, Með spekislega svip og takk fyrir Ungverjaland og Serbía fullt af bara mjög óspennandi og leiðilegum liðum að fara að taka þátt. Jú, þetta er Slóvenía, ógeðslega jákvæður Er þetta rósvarni? Rúmenía, Sviss. Þetta er alveg Þetta Nei, er ekki ekki- lengur eitthvað svona sérstakt við þetta. Það er allt og mikið af, Bara subpar liðum, bara, Já. já, sem eiga ekkert að vera þarna. já svona þú veist sem er ekkert attraction, þú veist, þetta er ekki Nei. spennandi að horfa á. Þetta er stórmót, En að minnstakosti, það verður dreigið á morgun Já, þetta er morgun, það er spennandi. Og hérna Það er bara hið ágætista mál Ég meina, við erum bara ánað með það að við eigum þú allavega möguleika ennþá Við erum möguleiki. Ég er möguleika. Varðandi þessa landsliðstjálfur okkar Mhm. að þá vil ég af því þeir voru með þarna Kári og þeir voru með liðið sitt Já, Guð minn góður, já. Já, ég vil sko sjá mér er alveg sama þó að Kári og með fullir virðingu og ég ber mikla virðingu fyrir honum og Lalla þá vil ég bara hafa öftustu línuna og markmann öðruvísi, ég vil hafa Hákon í markinu Já, allan daginn Alltaf. allan daginn ég vil hafa Gumma og Tóta vinstri bakvörð Mm. og ég vil hafa Dan hægra megin ég vil hafa Hjört og Sverri Inga á miðunni Og gulla fyrir framann. og Gulla fyrir framann Já, ég ætla að vera sammála þessu. Já. Ég ætla að vera það sammála er þessu. hvað meiri dýnamíki, þessu er reyndar, sko, þú veist, þegar maður, Þetta Ég ætla að er miklu viðurkenna- betri varnarlína. já, því að náttúrulega tala mikið um datan, ég verð viðkjann, ég hef ekki sé leikina með honum úti, ég veit ekki hvað Nei. því að sé það, en framist hann úti, hún gefur allavega þá mynd að hann er að standa sig vel. Já. Ég veit ekki hvernig hann myndi fungera í landsliðinu varnarlega, hvort hann væri meira mix-up af til dæmis Gulla og Alfons, hann væri ekki skóður Alfons sóknarlega en gæti sótt fram á við. Nei, ég segi að Hann er nú bara- frábær hann er Já, bara- nei, hann væri er ekki bara- skóður sjálfur, sko. já, ég er að segja, væri ekki skóður Alfons sóknarlega, kannski ekki skóður og Þær eru Gulli svo varnarlega, ósammálaðir. Já. en hann kannski væri nógu góður í þessu Hann er bæði. fljótar en Gulli Já, nei, ég er að segja, og snegri hann gæti verið góður, hann gæti í raun að verið meiri balans kannski með hana, því hann er kannski, hann er ekki eins góður varnarlega Gulli, hann er góður varnarlega, hann er ekki eins góður sóknarlega Alfons og ég ekki sé hann, sko, ég er bara velt þessu. En hann er svo góður sóknarlega, hann er náttúrulega gammal Þetta er sóknarmaður. frábær röksemd til það
kemur þetta, hann er ekki eins góður hérna og ekki eins góður Nei, hérna. málið er- En býtu, en svo segirðu, en ég hef ekki séð Ég hef ekki séð hann, ég bara sá hann í Íslandi, ég sá hvað hann gerði á sá hann Íslandi gerði og það er það, ég er að bera mig sama með það. það. Þú veist Ég það. er hins vegar búin að sjá. Já, og það er einmitt það sem ég er að spá, þú veist, er hann jafn góður Alfons sóknarlega, til dæmis, bara, En Já. þú veist, sko málið er Ok. að Hann er það, Alfons er góður sóknarlega en hann hefur samt ekki sýnt það með íslenska landsliðinu, hann hefur sýnt það með félagslegunum sínum. já, og Þannig að Gulli er mjög sterkur varnarlega, Já. við vitum það, en hann er ekkert sérstökur Nei, sóknarlega. en Nei. það sem að þetta landslið þarf er góða varnamenn í varnarlínuna. Þú þarft ekki, þú veist, ég meina því að sóknar hliðin á landsliðinu snýst ekki um það að bakverðinni fari hátt upp, sko. Nei, Og að við erum með frábæra Nei, nei. leik með Þá sóknarlega. er spurning, væri þá Dagur að nýtast okkur þá vel í Já, því ég- leikskipulagi hann- til dæmis? Sko ég, þú veist, Hann hefur ég ekki meina- hæð til dæmis, hann er ekkert hávaxinn, við Já, ég vitum meina það. Gummi tótt ekki heldur. Hann er samt talsveit herrið hann. Já, en Hvað er Dagur hár? Þessi svipar stóri, Dagur sko. Dan. en ég meina það- 1,70. Nei, en ég meina þú Ég horfir skal samt bara á það, leta upp, þú haltu horfir bara samt á áfram að það, tala. það er ekki krafa það bakverðurinn sé 1,90 sko. Nei, ég er Þú ekki, veist, ef þú ert nei, með- ég ef veit þú ert með- það. Ef þú ert með Hjört og þú ert með hérna, hans Sverri Inga í hafsendinum og sem þið gulla fyrir framan, þá ertu með 3 mjög hávaxna leikmenn. En ef við ætlum að vera samt Hann er 1,78. og er hann 1,78? Já. Það er bara þokkal hæð. Já. En hérna, nei, við erum að líka tilbaka og bara spurning og ef þetta verður mikið háum boltum og varnastöðum og annað, Já. ég bara, en mér langar til að Nei, sjá hann í já, landsliðinu, ég já, veit ekki hann, já, mér já. langar til að sjá hann vera í þessum hóp Já, og spreita sig eitthvað, af því að já. við eigum að pínlítið inni og mér Já. finnst landsliðsþjálfararnir, Jésús, ég er ekki að finna bara þægilegra íslenskt Með orðið við. töflubóksi, Er- ertu með töflubóksi? Getur þú gefa honum eina svona Hver er bláa? datt í hug? Blá, er það ekki verið standpínu? Já, bara svo komist í gang. Þetta tala, viltu hafa mig bara blí harðan undir borðið og ég er í Hann blúsandi liftist gír. borðið. Nei. Þá sérst þú ekki lengur í mynd. Það er Þá allt í dettur þú leið. undir Það heyrist í mig og sjáast ekki. Það skiptir engum alveg gott, það sést þig ekki. Hérna, nei, sko, mér finnst landsliðsþjálfararnir skuld okkur það að fá að sjá hann í hóp og í leik og fá bara eins að upplifa hana því að hann er að standa sig vel út í Já. Bandaríkjunum og Bandaríkin er ekki gríndeild lengur þó hún hafi verið það kannski fyrir komið David Beckham að hún er ekki lengur gríndeild Fyrir áratug síðan. já, fyrir áratug síðan, nú eru þau leikmenn eins og Messi og Busquets og fleiri stórstjórnir að spila í þessari deild Já. og hann er að grípa fyrirsagnir í þessari deild þannig að mann finnst það alveg að þeir skulda okkur að hafa hann í hóp og sína okkur hann í leik allavega með að við svona, þú veist, Já, rótri á ég Kom liðinu einhver æfingarleikir þarna í Nei. janúar. Nei. Hvað kom það? Já, en þeir, þú veist, máli, þú veist, er bandaríska dildin, hún er búin þá, það ekki? Þá eru komin í sumafrí. Já, og gallið við þetta líka þá því að leikindin í mars að hann er að fara að detti off-season í janúar þannig að hann mun ekki hann mun ekki nýtast nýtast okkur þá, okkur í sko. mars hann er raun og verið pínu óvagstætt fyrir okkur ef við væri pælingi okkur setja dag inn í mars Að hann er ekki að spila neitt, sko. hann er ekki að spila neitt, hann er bara Að því þeir virðast vera svolítið að horfa á það að hérna leikmenn sé að spila. það getur vel verið, kannski er það kannski stóra ástæðan fyrir því ef Ég þú get horfa í ekki sagt umspil það, þeir séu að horfa mikið í það. nei, en ok, kannski þeir er að koma eru farin að tala um það, sko, að hérna, þú veist, ég meina, tölum það ástæðan fyrir því að Hjörtur var ekki að spila, því að hann er ekki með lið, sko. en kannski geti þetta verið skýringin mögulega á þess að við fengið heyrana kannski er þetta einhver skýring á því að hann hefur ekki verið valinn af því þeir hafa aldrei verið að horfa hann á þessu öðru sæti eða reyna að horfa í þetta umspil og undirbúningur En það hversu ógeðslega Veistu það, metnaðarlaust þeir hafa er það? ekki verið svo djúpir í Nei, en hugsun. hversu ég ógeðslega væri svona djúpur hugsun, ég væri bara Ekki þeir. En Gleymdu hversu því. samt ótrúlega metnaðarlaust er það? Þú ert ekki að pæla í þessu öðru sæti í þessum skítariðli. Nei, á Er einhverju þetta að horfa á umspilið? Kannski Nei, ég einhverjum meina í alveg, tímapunkti. Já, einhverjum en tímapunkti kemur þetta þú líka upp. mætir inn í undankeppnina bara á fullu skilu og, hérna, og reynir að vinna alla leikjana, þú ert ekki mættur í undankeppnina, þrýra fjórleiki búnir og bara, herru, þetta er búið, Nei, við erum að en rjúspil. kannski, ég veit það, en punkturinn líka í sig er sá að í upphafi, Já. þegar að undankeppnin er að byrja, þá var hann ekki komin í þetta stóra hluti sem var í sínu félagsliði og hann er núna. Jó. Nei, þetta kom, hann byrjaði Hann mitt var sumar eða hann var ekki. alltaf að spila samt, skilu. Hann kom alltaf inn á. Hann Hann kom alltaf inn á, en hann var ekki komin í þessa leikil rullu sem hann er í dag Nei, þannig. nei. Svo í hægri bakverði líka. en Það er það dálítið síðan að fór í þessa líkil Já, rullu, sko. en þá er spurning hvort að sjensin okkar
hafi verið orðið það fjarlægur að þeir hafi hugsað bara við þurfum að horfa í mars. Þeir eru ekki að hugsa hvernig þetta, ég veit ekki, nei, ég er bara Þeir eru pæling. með Aron Einar, þeir eru með Já, Aron það er Einar reyndar- í hóp og þeir eru með Aron Einar í myndina hann á að byrja og spila þess að leikja hann ekki sem er lið, sko. Nei, en við vitum alveg pælingunum með hann. Nei, ég skil þessa pælingu ekki með hann. Mér er alveg sama hvort þessi Aron Einar, sko. Nei, ég og veit hvað að hann hefur þó við gert. skiljum ekki pælinguna, en við vitum Ég pælinguna. veit pælinguna, en mér finnst hún astnaleg, mér finnst Já, hún já. fáraleg að því að landslega, þetta er ekki ykkur góðgerastarfsemi. Ég er sammála þar, en málið er að við vitum pælinguna. Já, Við vitum- en það, úst, pælingin þar, en ég meina þá er pælingin, ef þetta er pælingin verið dagdann, þá fellur hún sjálft sig. En okkur hefur engin fjölmiðla maður, Jésús, Spurðu út í þetta? það er þessi íslensku orð, landsliðsþjálfar og fjölmiðla maður. Þetta er ekki flókið, sko. Jú, þetta er mjög flókið, þetta er bara... Það er eins gott en ekki að lesa fréttin. Þetta kemur bara brúski. Það er alltaf, þeir spurja sko. ekki að þessu. Þeir eru alltaf bara, þessi ritskoðaðir á þenni fara í viðtöl, sko. Þeir með ekki spurja neinu, af því að þeir spurja ykkur spurningu sem fyrir taugarnar á KSI í landsliðsþjálfara, Nei. þá fá þeir ekkert boð aftur. Já. Við höfum alveg séð það, þú veist það sjálfur. Já. Já, þú færð ekki að fara á þess að fundi af því að þú ert leiðilegur. Já, en ég er ekki fjölmiðill. Já, þú veist, þegar þú varst fjölmiðill, þá máttur samt ekki farið, samt ekki bóðið hana. Skulum alveg átt okkur því. Heyriði, við ætlum að fara í annað, en ekki að tala um KSI. Við eigum samt eftir að tala meira um KSI með formans, Já, Guðni Bergs er að Guðni bjóða Bergs sér er búin að bjóða sig fram. fram. Já. Er hann ekki á að taka þetta? Ég tippa það. Hann eða Nei, ég Bjössi. held ekki. Við skulum ekki gleyma því að Guðni Bergsson Ég er búin að heyra það að Þorvaldur Örlygsson ætli fram. Já, Guðni Bergsson, sko, við erum búin að tala mikið um landsliðsþjálfarana og floppið og feilið sem þessar ráðningar hafa verið, sérstaklega með Arnar Viðarsson. Guðni Bergsson réð hann, sko. Hann sett hann í 200% unnu sem yfirmann fótboltamála og landsliðsþjálfara og fannst það í lagi að búa í Belgíu, þannig að ég ætla ekki að segja að það að Guðni Bergsson sé einhver minn uppáhaldskandidat, sko. Þetta er ákvörðin sem hann tók, sko. já. Og svo, Mér finnst bara Guðni Bergs segja einhvern veginn Já, býtu, hann tók ágætt. þess ákvörðun. Já. Hún var ekki góð. Hún var hræðileg. Nei, Hún það sem punkturinn með Guðna er það að mér finnst hann eigi eftir eitthvað óklárað. Það er svona að hann eigi eftir að klára En eitthvað. horfðu samt við tíman, hann var hérna hvað? 2 ár, 4 ár? Hann fór náttúrulega fór ekki sjálfviljugur En sko á þessu 4 árum, Tabla. hvað gerði hann? Var ekki 3 ár? 3 ár, já. Já. Hvað gerði hann? Ég veit ekki hvað formaður KSI Nei, gerir. ég Ég meina, veit ekki frekar hvað hann gerir eða eitthvað Hann var annar. hérna 3 ár og hann skildi ekkert eftir sig, sko. Ekki neitt. Ég veit- Nema það að ráða Arnar Þór Viðarsson eins og landsliðsþjálfara. Ég er bara að horfa Og á- láta ég er bara að svo- horfa á frontinn. Og lögfræðimenntaður maður sem hann er, að láta Ég- plata sig í þetta viðtal við RÚF eftir að allt hann komi upp með það sem við meðum ekki ræða. Me too. Já, að þú veist, þegar ég horfi svona það sem að stendur upp úr með Guðna sem formann, þá er það ekkit frábært, sko. Nei. Þannig Nei, að ég, svona- eins og sé, sko, mér finnst hann eigi bara eftir eitthvað óklárað. Já, svo er það, skilja. Svo er það annað. En þú veist, hann fær Það er samkeppni. annað mál. Hann fær samkeppni. Það var samkeppni, ég held að menn Já, bjóðu sig fram gegn og honum, þetta verða alveg rauk sem verður notið á móti Guðna, sko. Já, Æ. klart mál. En hann kannski, það sem hann kannski býr að vera einhver reynslu þarna, hafa verið þarna áður og getur þá kannski gert Það hlutina. þarf ekki 2 ár til þess að koma sér inn í þetta. Segjum svo að Guðni bjóði sig fram. Hann er klár. Segjum svo að Björn Já. Einarsson Já, bjóði sig líka fram og Þorvaldur Örlygsson. og aldrei Björn sé Hver heldur vinni? strángasti kandidatinn, Björn. Það er allir vola því Já. gripnir af Víkings-konseptun eins og þetta er. Það er allir að Ég held dásama að- Víking og Ég held- Víkingur grípur alla fyrirsagnir allstaðar, þannig að ég held að Björn sé efstur. Hann er sigurstranglegastur í Ég þessu held að það sé svona. ekki spurning ef hann fyrir fram. Já. Ég held að Totti sé sístur þar. Já, hann hefur, ég fór að svona, að því ég var að heyra þessa sögu í dag að Tóti ætlaði fram og svona, þetta var svona, Hvað, Krummasaga? ertu með eitthvað stefnu nei, sem að hann er með? málið er að ég fór að svona setja það niður með sjálfum mér hvaðan hann fær stuðningin. Hann var þjálfari upp á Skaga, þjálfari hjá fram. Hann er Hann starfa er verið hjá Stjörnunni lengi núna. Yfirþjálfari. Hann er frá hann er norðamaður, K.A. og þekkir á daldi mikið þarna fyrir norðan. Hann var fyrir austan í Fjarðabyggð og mjög vel liðin þar, veit ég. Þannig að hann er með tengingar víða Og í landsbyðina líka. og í landsbyðina. Já, Sem það er mikið mikilvægt, aðelda, sko. það er mjög mörg aðeldafjölu þar, þannig Já. að þau getur hort gott í glóðurinn þarna og vilja koma Að fá landsbyðarmann inn í formann. landsbyðamann inn Já. og sjá hvort það verði einhverja breytinga þar á. Já, Hann hefur reynslu af því að vera þjálfari, þurfa að ferðast í leiki og allt Já, þetta já. og kosta hann bak við það. Og það getur vel verið að komi að hann heilli landsbyðina, hann vinni að þeim hluta. já, ég fór bara að velta þessu svona fyrir Þetta er bara mér. frábær pæling, Þetta er sko. mjög Já. góð pæling, já. Þetta er náttúrulega sko,
það gleymir svolítið sko að það mjög mikilvægt að fá atkvæðin frá landsbyggðinni. Þú veist að þú mátt ekki bara fókusera á bestu deildina, þú landsbyggðin telur vann á því. Ég að segja landsbyggðin telur svolítið mikið atkvæðum sko. Já, og það sem skiptir svo miklu máli fyrir landsbyggðina, það ekki, eina sem skiptir það máli ferðakostnaður. Ferðakostnaður. Ef hann getur komið með einhver stefnulýsing sem miðast að því að hjálpa til við ferðakostnað og annað hjá þeim félögum betur og annað slíkt og auðveldari einhverju samningar sem gera það verkum að liðin geta ferðast og ódýra máta eða tekið þátt í kostnaði hvernig sem það þá vinnur hann þetta bara 100%. Það bara eina sem að þeir þurfa landsbyggðin bara peningahjálp og það aðal kvörtunarefni sem maður heyrir frá liðum landsbyggðinni þetta. Það gjörsamlega hvað KSÍ ekkert að aðstofa liðin landsbyggðinni, þannig svo vilji ekki að það sé stundum knattspyrna á landsbyggðinni, þeim bara alveg sama. Já, og það gera verkum að landsbyggðarliðin eru sjaldna samkeppnishæf á hærra lefileginn á Íslandi af því að það fer svo rosalega stór bita kökunni í ferðakostnað af innkomunni og styrkjum sem fara til félag þar, ef þau gætu sett þessa peninga bara helmingina þeim í leikmenn þá væru þeir strax eitt þriðja til helming, það myndi muna það bara 2, 3, 4 leikmenn þetta ekki smá peningur sem fer í eitt ferðalag fyrir, þetta bara 1 milljón kalli eða eitthvað, bara eitt ferðalag söður fram og tilbaka, þetta rosalegu biti þannig að Totti hefur reynslan af þessu, þannig að ég þegar þú var krifið í ferilinn hans og hann landsbyggðarmaður ef hann þetta stefnumólun hans svo á hann líka ítökuna á höfuðborgarsvæðinu. Já, ég meina að þetta verður fókusinn hans hann Keflavík líka en ef þetta fókusinn hans það sem ef hann vonandi þá vinnur hann þetta það eru 2 strætódeildir á Íslandi það er efsta deild og Nei, hún ekki ánum strætódeild lengur, það náttúrulega komið Vestra og Káa í deildina. Þetta var strætódeild. Þannig 4. deildin pínu strætódeild líka, þannig að þetta eru síðan 2. og 3. deildin og 1. deild, það eru mikið að ferðalögum þar, þannig að þetta skiptir mikið mál. Það er langferðabifreið. Já, það er langferðabifreið. Allar komið annað svona langt íslenskt lið. Bara fyrir þig, sko. Langferðabifreið. Jesús maður. Heimir Hallgrímsson, fyrir landsliðsþjálfari. Já. Hann skrifa söguna hann komið með Jamaica, Reggae Boys Bob Marley og félaga hann komið með þá í Copa America og var að vinna Kanada þeir voru þetta er fyrsta skipti í sögunni komið tilbaka en þetta er fyrsta skipti í sögunni sem Jamaica vinnur Kanada í Kanada og þetta er líka fyrsta skipti í sögunni sem Jamaica vinnur lið frá Norður-Ameríku í Norður-Ameríku hann bara hann skrifaði bara svo ég sá frábæran status hjá Páli Magnúsinni eigamanni með meiru hann var sérst að horfa á leikinu sem elska staðan var 1-0 fyrir Kanada og minn maður sopnaði svo vaknaði hann þá var búið að skora 4 mörk og staðan 2-3 fyrir Jamaica hann misti af öllum senunni þetta kom bara á 60. mínúti til hvað 80. eða eitthvað þá bara rauðist í mörkinu einhverju kortir eða 20 minna kabla en það er svolítið gaman sko hann hlýtur að veitna færistu landsliðsþjálfurum í heiminum af því að sko hann er búin að sýna það með Ísland og núna Jamaica hvað hann getur gert þannig að hann er að setja sig á sama stall og Lars Lagerbäck gerði þetta svolítið listgrein að ná frábærum árangri með landslið en Heimir var náttúrulega en Heimir var náttúrulega að fá hann nú ekkert búin að fá neitt lítil hrós frá leikmönnum í Jamaica og við getum talað West Ham leikmann sem pabbi elskar Mikael Antonio ég meina hann rósa honum alveg hástert í viðtali og talaði að hann var ekki verri heldur en margir þjálfarar í ensku úrvalsdeildinni sko. Hann gæti alveg þjálfað þessu kaliberi, hann er svo mikill hugsuður og hann er búin að kenna þeim svo mikið og þú veist, og einhvern veginn og bara almennileg manneskja skilur og hann ber virðingu fyrir leikmönnum sem ber virðingu fyrir honum og svona einhvern veginn og svo einhver fær tampinu þá getur bara laga á stanum það getur bjargan og hjartaáfalli setna með en þú veist það sem er líka svo gaman það sem er spennandi líka við þetta verkefni sem hann tekur við hjá Jamaica og þetta oft við, þú veist, bæði sko landslið frá Afríku og landslið frá Mið-Ameríku og þarna
að það oft svo mikið tengingum í Frakkland, England og þarna Já. og fullt af leikmennu þar sem þú getur kift í sem eru kannski enski eins og hann næri fullt af enskum leikmennu sem eru með tengingu við Jamaica og færa til þess að spila fyrir Jamaica þannig að hann nær svolítið svona að sæna Já, Greenwood held ég að fara að vera þarna næsti leikmaður hjá honum. Ég segi, Hann er með drulluflott lið, sko. hann nær að sæna leikmenn basically, hann fer bara og vinnur einhver undirbúningsvinni og reyna að finna út hver er með tengingu okkur hvar síðan getur hann bara, ringdi hennan við þurfum aðtöku þessi verð ekki bara til í að spila fyrir okkur sem er sniðugt sem er mjög Það er sniðugt mjög sniðugt, það er geggja að vera landsliðsþjálfari og getur bara sæna leikmenn, sko. æðislegt hvaða leikmenn er búin að fá, hann fekk Mikael Antonio til að spila held ég fyrir þá Já. var ekki Leon Bailey, hann er búin að ná einhverjum leikmennum til þess að koma hann yfir sem eiga ekki séns í enska landslið Nei. en eru samt alveg nógu góðir til að geta spila fyrir já, enska ég er bara að landslið. spila í ensk úrvarsdeildinni og eitthvað, þú veist hann þetta er bara geggja hjá honum sko Geggja hjá honum ég sendi ykkur hér að talandi um boltan það var rosalegu leikur í Argentínu undankeppni HM í Brasilíu fyrirgjöðu, það sem Argentína var í heimsókn Já. og það var það fresta leiknum hálftíma eða eitthvað 27 mínútur Já. og hérna sangat mér þú út með KF gjör svo vel. Okay. Og 27 mínútur vegna óerða eða bara var bara allt vittust og það er til myndband af Martínez markverði það sem hann að reyna að stöðva lögregluþjón með kilvu og berja á stuðnismanni Argentínu já, brutu slagsmál á milli stuðnismann Argentínu og lögreglunar já, og þeir voru mjög harðindir löggan Hvernig var það? Var það Argentínumenn sem að baulu á brasilíska þjóðsöngina var öfugt? Braslarnir sem baulu á argentínska þjóðsöngina? Já, það var svo leys En ég meina þeir náttúrulega, eðlilega, ég meina þeim fannst þeir báða Messi og fleirum að þeim lögreglan hafi gengið mjög óvarlega fram með Gengu bara allt á- berja bara fólk með kilvu sem var sumi hver ekki að gera neitt sko. já, það er klársmál þetta var ofbeldi en og ég líka sko En máli er ef leikurinn- maður rýnir í sögu þessara liða á milli hvers annars að þá þykir manni bara nokkuð eðlilegt að ef að þið myndi baula og þjósa hvers annars það er bara að því að það er svo gríðarlega löng og mikil saga á milli þessara landsliða Já, og búin að vera þeir eru búin að í keppnu við hvort annan bara í örugglega 100 árum hvort liðið er besta liðið í Suður Ameríku og kannski besta liðið í heiminum Já. þannig að manni finnst það ekkert óeðlegt og manni finnst það óeðlegt að þurfa að brjóða svona óeðir að því að menn sína hinu liðinu smá vanvirðingu að því að það er svona bara partur af þessu þetta er eitt mesti rígur í fótbolta sögunni Argentína Brasilía það var rosalegu rígur Já, algjörlega En sko það sem gerist í gær Argentína vann 1-0 1-0 Otamendi skoraði með skalla það var ekki Messi sem að var sennilega að spila sinn síðasta leik þarna í Brasilíu segja þér Já, þeir halda því fram og það voru margir sem að klöppuðu fyrir honum og brassar og svona og þakka honum fyrir en svo voru aðri sem bauluðu náttúrulega á hann líka að sjálfsög en sko þetta gerir það að verkum að þetta var fyrsta tap brassana á heimavelli í undankeppni HM í sögunni bara í Það er sögunni rosalegt sögu fótboltans Já, þeir hafa aldrei tapað heima í undankeppni það er reyndar Það er afrek, við getum orðið að þannig það er ótrúlegt sko. það er ótrúlegt og það sem er líka annað í þessu að þessi liði eiga ekki að vera að spila svo mikið að leikjum innbyrðis að þessi leikir hjá þeim í næstu 10 ár hafa verið sko markarlega sér drepleðilegir annar lið skora bara og þetta endar annarkvort 1-0, 2-0, 0-0 við þurfum að spóla sko árið 2016 að þá vann Brasilia 3-0 og síðast þeirra bæðilið skoruðu mark í leik að það voru 2015 1-1 í Argentínu síðasti markarleikur á milli þessara liða þar sem var skorið meira en 3 mörk hann fór fram 2012 þá skoruðu 7 mörk þannig að þetta er bara og spólaðu 2010 þá er einn leikur sem er markarleikur á milli þeirra maður að því maður horfir átt á þessu 2 lið og þetta eru bara sóknar lið og þetta er bara skemmtun og ýmislegt þau eru taktísk og samt sem heldur betur orðin taktísk þetta er bara þetta er ekki leikinu til þess að horfa á nema að það verði einhver hasar og læti þú vilt bara fá slagsmál og það hafa rautt spjaldaðna í þessu leik Nei, það er líka bara, þú veist, þessi lið vilja það er sko, þau hata bæði jafn mikið að tapa fyrir hvort öðru þannig að þú veist, eðlilega er kannski ekki verið að sækja rosalega mikið vilja jafntefli frekar eða bara 1-0 sigur sko, þetta er svona Joe Linton kom út inn á 70. mínútu og er reikin út af bara beint rautt spjald beint rautt, skömmu síðar það er en allavega, Argentína vann sem þýðir það að í þessum riðli þar sem að
Já, deild, þetta er nú eiginlega meira deild heldur Já, ok 10 liða deild. Það er 6 lið vegna fjölgunar á HM Já. 2026 Sem það fara eru áfram. 48 lið sem er galið að þá eru 6 lið sem fara áfram Já, og 7. lið fer í umspil Já, við Eyjólf við ekki. já. En Og hvernig- brassarnir eru í 7. seti þeir eru 2 stugum undan Paraguay og Chile sem eru í 7. og 8. seti Já, þannig að Chile þeir eru eru ekki í sérstökum málum Nei, Chile er Nei. líka bara í veseni, sko. Chile, það gengur ekkert hjá þeim. Nei, þeir voru nú í den, það voru þeir nú með helviti gott lið en Já, það er aðeins ekki- kvarnast úr því, sko. Zamorano og þeir Já, Já, það bara líka verður aðeins Argentína er slakna á efst. liðinu. Argentín er langefst Messi, Já, og Úrugvæ þarna á eftir. Lionel Úrugvæ tekst Veistu alltaf hvað hann heitir Lionel? ekki- út af Lionel Richie. Þetta vissur þú? Þetta vissi ég. Það er ótrúlegt en satt þú skildi vita þetta Hello, Nei, ekki fara að syngja is it me Jú, komdu með það coming for? I can see it in your eyes. Nú er allir búin að slökva. Herðu, þetta er vangalagi þitt í dag Ha, Hérna aðeins yfir í fréttir hér innanlands Já, Það er nú ekkert mikið að frétta lítið Það er bara ekki neitt Nei, ég get komið eitt svona ógeðslega áhugavert slúður að sá sem á að leysa mig af upp ásvöllum í aðstofþjálfarstöðu Hauka var að fundi Andy Pjúf mögulega, Andy Hú? Andy Pjúf Já, sem var í Þrótti Vogum og Selfossi varnarmaður. já Þetta er svona helsta. Já, Kjartan Kári var að gera 3 ára samning við FH Ég er að segja það, Já, er allir akkurat. sofandi í þessu samfélagi? Hvað er að gerast? Já, það er allir bara að býða eftir að samningar renn út og svona ímislegt Get ekki lið fara að vakna þess? Fara að kaupa leikmenn Það og... er líka þannig að sumir samningar hjá leikmannum renna út Í desember. í desember Já, sko. ekki samt mikið, þeir eru flest að renna út 15. oktober, 15. Það er nóvember. nefnilega þetta hefur breyst haldið í bestu dildina Þetta er svona aðeins blandara en það er samt hellingur af samningum lausir núna hjá leikmennum og það er lítið að gerast. þetta er blandað en þetta er að breytast meira á hinvegin Já, sem er enda, ég held að sé eðlilegra. Já, ég meina að þú veist þetta samningar renni út 15. oktober er náttúrulega bara, eða 31. oktober eða eitthvað er aðstæðlegt, það var bara skrifindi samning út árið sko og Já, það var já. bara að kaupa leikmann eða eitthvað Já, að vilja já. fá hann strax skiljust Þú vilt ekkert fá leikmann í 15. oktober á tíðanbili búið. Já, mitt Þetta var alltaf gett í sparnaðarskyni hjá félögum að semja til 15. oktober að tíðanbili kláraðist. Já, Já, Það var bara þeir gert eru að... það er mjög algengt að sé 10 mánaða samningur já, Það er mjög algengt já, Þannig að það er ekkert svona meira að frétta þarna hjá Nei, ykkur. í raun og veru ekki sko. Þetta er bara, það er þunnu 13. hérna aftur. En það var handbolti í gær, ég horfði á eitt leik og hérna Hvernig var útsendingin? Er þetta eitthvað hún var skána? ég var mjög athyglisverð, ég skal segja ykkur alveg segir. Er þetta Ég var að skána horfa á- eða versna? Ég horfði á Fram og IBVF Já, og hún var alltaf að blikka myndi svona fór bara í svarta inn á milli og já, datt út bara, Já. sambandsleysi en bara svona í 1 sekúndu eða Já. svo en þetta var dálítið pirrandi og hérna svo var myndavélinn, hún var nú með skástamóti í gær en ég misti af samt nokkrum hraðaplöfsmörkum Já, og maður heyriði á þeim sem voru að lýsa að hvort það var markað ekki sko já, þannig að maður svona en svo þegar það voru 2,5 mínúti eftir mm. þá bara hættur að lýsa það heyrðist ekki hóstinu stuðnaðu sem eigir í það sem eftir var Hættu er eða dattu ég sambandi veit það ekki, það er bara nú veit Tekur ég hafi, ekki, tekið mækjum það er eins og sambandi einhverju bara bara tekið úr sambandi bara Var þetta í framheimilinu? já, þetta var ekki sérstætt fram Þeir- skítabæðin Nefndi eflust ekki að hlusta á það nei, fram Sko, skítabæðin þetta endar á því að það verður allir hættir að fylgjast með handbolta á Íslandi út frá þessu þetta slúðri. er bara mjög slæm Þeir eru að Nei, eyðileggja, alveg talað. þeir eru bara að Já, þetta er eyðileggja það. áhorf á handboltanum og áhuga á handbolta á Íslandi. þetta er bara alveg skelvilegt Þetta er hræðilegt, þetta er líka bara þú veist markasetningin á sér engin fyrir að fyrsta sko Nei, byrjum þar, en svo líka... Byrjum þar sko, þú veist að Já. vissi engin bara Þeir eru með markaðstöðuna. Já, hver að deildi myndi byrja eða eitthvað annað Já. sko En markasetningar deildin er engin, það er engin auglýsingar Þú veist að horfa kannski sjóma Símans Þú sérðu aldrei, þú veist, þeir eru ekkert auglýsa leikina skilur í auglýsingum hjá sér, ekki þannig Og svo náttúrulega byrja tímabilið og þetta er bara versnar og svo að þeir ætla að byrja rukkununa 1. nóvember fyrir áskrift á handboltanum Bara fresta því. Það er búið að fresta því 1. desember
Það er búið. Já, ég meina, þetta er ekkert að skána, þetta er ekkert að lagast þeim, sko. Ég meina, þeir geti ekki látið fólk að borga fyrir þetta, sko. Bara, ég meina, það ætti að borga fólki til þess að horfa á þetta, sko. Þetta er algjört, þetta er eins og menn segja, þetta er algjört clusterfuck, þetta er bara, þetta er klúður frá A til Ö og þeir eru með, sko, ég myndi skilja þetta einhver leiti ef þetta væri allt YouTube-að, þetta væri bara YouTube-rási sem það væri að senda og þetta væri bara streymi sem það væri að senda út en þú ert með sjónvarsstöð á bakviði þú ert með sjónvarsstöð á bakviði með reynslu, þekkingu, tæknibúnað og allt sem því fylgir Þetta er spýtið Nei, sko, það er ekki tæknibúnað til þess að Síminn er bara, þetta er náttúrulega Símon drullu saman með þeir horfa á sjálfa sig sem streymisveitu þeir horfa ekki á sjálfa sig sem sjónvarsstöð þú veist í þeim skilningi eins og stöð 2 þeir horfa á þetta sem streymisveitu og svo er Síminn Sport náttúrulega bara allt annað þú veist það er ekkit inn í þessu þú sér það ekki þú veist ég meina þeir eru ekkert að hjálpa til við þetta þannig að þetta er svona þetta er rosa skríti ég heldur að bara fengur ekki bara einhver stöðvar hana á Já, Símon til þess að sína þetta áskiljur en ég auglýsi aftur eftir RÚV sem á að vera sem að kvartar og kveinar endalist yfir því að stöð 2 Sport sína Hvað með 9 milljarðar til að eyða ári? Já, þeir kvarta endalist yfir því að íslensku íþróttunar að stöð 2 Sport sem er körfuboltan og sem er landsleikina og hitt og þetta að þetta eigi að vera allar íslenskar og íslensku deildina og kvörtu við því með bestu deildina þetta ætti nú að vera á RÚV þar sem þetta er íslensk deild og ætti að vera aðgengileg fyrir alla skilur og að því að það var verið að selja áskrift á bestu deildin nei, ég bara segja skilur þú getur ekki kvartað því að vera ekki, þú viljir hafa allar íslensku íþróttunar og svo þegar það er handboltinn er í neyð skilur, vantar bara í rauninni bara sýningarpláss þá koma allir bara læstum dyrum þetta er Já, fyrir utan bara hvað þessi lofa að Stöð 2 Sport sé með þetta því að þeir gera hlutina vel það sem þeir gera og alla umfjöllun og sína frá leikið með lýsend Þeir myndu taka þetta bara aftur yfir Já, herðu Heldur þau að gera það? Nei, ég held ekki Reyndar Þórhallur er farinn en maður veit ekki Þórhallur Gunnars Þeir taka ekki bara úrslitakeppnina? Það getur verið, maður veit það ekki HSI komu grænlendi á njánum Það voru 2 leikir í gær aðrir Fram Steinlá fyrir IBF heima Víkingur tapaði fyrir Aftureldingu heima en svo var annar leikur sem tapaðist á heimavelli svo þriði með 4 mörkum Valur 29 KA 33 Já Þetta var óvænt úrslit Já, Valsmenn voru að spara sig Já, Óskar Bjarni að brjálaður í viðtaltileikin hann var ósáttur með sjálfa sig hann var ósáttur með liðið og hann var einhvern veginn, hann sá bara svart hann var ekki kátur Nei, ég menna, en þeir eru að fara út og eru að spila núna á föstudaginn í Evrópukeppninni Já, þeir eru að spila í Slóvakíu á móti úkraínsku liði Já, en það var svona grunnur nýjus menn í fyrra áleik, þú veist, þá varnarleikurinn markvarslan bara ekki, þú veist, ekki til ekki sýnileg, en svo í seinni áleik þá kikkaði það inn þá fóru sóknarmennir bara í frí Já, en ég menna, Björgum spilaði ekkert í fyrra áleik Nei, en ég bara segja, skilur, þú veist, þú getur alveg verið að, þú veist, hvíla leikmenn og rótur að liðinu og heit og þetta, skilur, en þessi svona grunnatriði þurfa svolítið að vera á hreinu og það virtist vanta mjög mikið í þessu leik mikið að tæknifeilum og og bara ég meina þetta var einn af þessum dögum sem var eiga allir sína daga og þetta var bara einn af þessum dögum hjá Val en þeir töpuðu þessu bara með 4 það hefði getið orðið mun stærra sko þannig að skiptir þetta einhver máli fyrir þá kannski yfir tímabilið svona í heilsinni maður veit ekki skilur þú veist, náttúrulega, þú veist, við vorum deildarmeistarar í fyrra en svo náttúrulega bara gátu þeir ekkert í úrslitakeppni þú veist, ég meina Haukarnir bara sópuðum út skilur það var mjög skrítið þannig að sko þeir þurfa að rífa sig upp strax í næsta leik þú veist, þeir mega ekki eiga annan svona leik í röð þeir þurfa að standa upp og rífa sig í gang strax aftur Þeir eru að spila á föstudaginn í Evrópukeppni Aftureldingu líka að spila og FH en FH er að spila í kvöld þeir spila reyndar heima og Aftureldingu spila líka heima á föstudaginn en í deildinni í kvöld FH Gróta Selfoss Haukar og HK Stjarnan Já og ég held að Stjarnan vinni HK Haukarnir vinna Selfoss og FH vinna Gróttu
Já, ég Þá held er þetta að ágreitt. Ég held að Þarf ekkert að diskutera þetta Nei, ég ætla að leiða mér ég ætla að bara beða mig að láta mig sleppa að spá. Ég held að ég búin að vera með allt vitlaust þegar ég kemur sem handbolta, sko. Já, ég Þetta er nefnilega alveg með þetta. Já, það. Þú náttúrulega ert svo eini sem nennir að actually horfa á þetta. Ég held að það sé ekki til En manneskja. það er ég alveg Já, svona, sko. ég held að það sé Þetta ekki til. kannski hefur áhrif á svefnið, þess að sopnaðum Já, það er bara Já. máli, maður er alveg bara hérna Nei, ágrið, það er örugglega ekki til manneskja á landinu sem er, sko, lætur bjóða sér þetta eins og þú gerir, sko. Nei. Ágríns. Ég hugsa ekki. Nei, þetta er mjög slæmt. Já, Þetta er mjög slæmt. Heyriði, Já. Karvan á morgun. já. Sabidale, Karla, Hvað er að gera því henni? Höttur stjarnan. Þetta grínast í mér. Ha, hvað með það? Þetta verður svakalegur. Eru sterkir heima? Já, ég held að stjörnu strákarnir mínir mæti austur og vinni. Það eru með Ægir Þór Steinarsson, sko. Já, ekki gleyma honum. Skulum ekki gleyma Djöfull er honum. ógeðslega Hann góður. er ógeðslega Þú góður, eru orðið á sko. hann geti. Nei, ég áttur að, Hann er- ég byrja þegar úrslitakeppnin byrjar. Þessi gaur á Þú bara... verður að horfa á Já, þessi Stjörnuna gaur á bara að vera að og Ægir. spila, hann á bara að vera að spila erlendi, sko. Já. Hann er allt og góður fyrir þessa deild. Hann er reynda að koma heim núna úr Já, ég veit það, en, þú veist, ég meina, en bara hraðinn og snerpan og Hann er bara dásamlegur. hann getur allt, hann getur tekið þryggjastega, stökkskotin, þess vegna getur tróðið, sko. Já, Ég held að sé bara að 2 eða 3 flautukörfur, bara, sko, lengst utan að velli. Hann er Og geggjaður. hann er bara, hann er stórkostlegur, sko. Vittu, var það gaurinn sem að setti, nei, hann var í Haukum. Hann var í Haugum, en Ægir er mikið í því og svo bara svo er hann kannski, þú veist, er hann að detta í loftinu, hann er átt nokkur svoleiðis, þar sem hann er bara hoppar skringilega upp og er svona komin líka á En hliðina, boltinn fer í kasta körfuna. boltanum upp og fyrir Hann fer í körfuna. körfuna. Þannig að þetta er bara, Álftanes, Valur, það er leikur. já, það er leikur, Álfnesningar reyndar búin að vera slakir í síðustu leikjum, Já. bara sérstaklega sóknarlega, Já. það er hérna, Þess að valsmenn minnið á. já, en það er náttúrulega þeir eru laskaðir, Kristoffer er meiddur og Kári er meiddur, þannig að Er Kristoffer ekki komað tilbaka? ég held hann sé ennþá meiddur. Já. Og hérna, en ég, veist, þetta verður flottur leikur, þetta verður hörkuleikur. Ég hins vegar, mér finnst, ég ætla nú leiðilt að fara að gaggrina Álftanes og Kjartan Atla og Stöð 2 Sport Það með má körfuboltann. Já, mér finnst það bara leiðilegt. En hérna, Ég vil hann sé það, þetta er bara, ég alvörinni, þetta, þegar þeir eru að ákveða hvað leika á síni beinni, það sé ekki skipti borinu, heldur á Sport 5 stöðinni, Já. þá er bara í svona 90% tilfella, þá er það Álftanesleikur. Já. Það er bara þannig. Þeir finna bara Álftanesleik. Það er svo að sé eitthvað svona uppáhalds í gangi þarna. Það verður alltaf, það er alltaf einhvers þar upp. Já, þú ert með fullt af fleiri áhyggjur góðum leikjum. Þú ert með Njarðvík það verður alltaf þannig. Þú ert með Njarðvík Þór Þorláksson. Það er flottur leikur líka. Það er rosaleikur. Það er svakalegur. Deildin er enda bara sturluð. Já, Það er náttúrulega bara Hún er sturluð geggjuð, deild, þessi sko. Með Og í raun Tindastól Haukar, skilu. Haukar þurfa einhvern tímann að fara að rífa sér bara Þetta er raskatinu. bara manni- alltaf geggjað og manni svo finnst Grindavík alveg- Keflavík. Já, Manni finnst að Haukarnir eigi meira inni, þeir munu vakna eitthvað til lífsins, sko. af því já, að- og stólarnir á sama tíma eiga líka mikið inni. Þannig að þú Já, veist, en ég þetta meina, gæti sko, verið þú- leikur, alvöru leikur. af því að Haukar er eins og eftir þessum Já, nýju liðum, já. að manni finnst að Haukar munu nálgast þetta. En þeir náttúrulega ráku sinn besta leikmann, Jalen Moore, sem var sko Stigahæsti maður deildarinnar. stigahæsti og stóðsendingahæsti leikmaður deildarinnar. Okkur er rákuður hann. Ekki hugmynd. Það var eitthvað, þetta er eitthvað móralst. Hann fóð bara í Hamar. Hann fór í Hamar. Hamar Já, tók hann Þá getur Hamar fara að vakna Það þar er frían úti. ís. Já. En ég heyri samt Mikið þetta á. áhugavert. Sem er kostur, sko. Ég Já. myndi sem upp á það, sko. En ég heyri samt þetta áhugavert. Þetta er þegar, Það er hlut á laununum. Nei, þegar að Grindavík mætti Hamar í síðustu umferð, að þá var leiklið sem Grindavík tók. Og Jalen Moore var búinn að vera öflugur fyrir Hamar leiknum. Og mér varst áhugavert að þessi þjálfari Grindvíkinga kom inn á leikliðinu. Hann talaði um Jalen Moore og bara, strákar, hann gefur ekki boltan. Hann gefur ekki boltan, hann fyrir alltaf sjálfur. Þannig að þú veist bara, Já, það er þetta sem að er. þannig að Þetta er ég, móralst. ég hugsaði strax, ég alveg, gæti þetta vera ástæðan fyrir að, hann Matti hafi bara sagt takk nei takk. Já, Því þú náttúrulega, ég held að. Hann er ekki liðsmaður. já, Hann er ekki liðsmaður. svolítið mikið ég og mig frá mér til mín, sko. Já. Ich mich mér mæni. Yes. Stundu þarftu svona leikmenn, en stundu getur unni gegn liðinu líka. En ég held að hann Já. gæti verið góður fyrir Hamara, því að Hamar akkurat vantar þennan leikmann sem að tekur á skarið, er tilbúin að taka á skarið og bara skjóta. Mér skrítið að stærri liðin hafi ekki tekið hann ef hann, úst, með að við hann sé stigastur í deildinni, að Hamar endur á að taka hann, en það er þarna 9 lið fyrir ofan Haukana, þeir skul ekki einhver pikka hann Mér upp finnst, og... ég held að hann hefði verið góður fyrir Tindastól sem kannakildi, sko. Já. Já, í alvörinni, af því að Tindastól er akkurat svona lið Já, en sem að vill bara skjóta. Já, en samt sem áður Tindastóll
akkurat eins og hana sagðir lið, Já. góð liðsheild. Góð liðsheild, já. Þeir vilja ekki fá einhvern svona sem er svona Nei. egósti Nei, svo náttúrulega tala þjálfarar og leikmenn saman, þú veist, þannig að það náttúrulega segir alveg sína sögu að þessi lið fyrir ofan Haukana hafi ekki náð í hann heldur lið sem er ekki búið að vinna leik, sko. Heyrið, það eru fréttir hérna frá argentíska landsliðinu. Já, Scaloni, þjálfari liðsins, Lionel Scaloni. hann ekki hætta. Hann er að hætta. Já, Já, svona talaði svolítið undir rós með það, svona Nei, hann bara staðfesti þetta sjálfur. Hann segir að hann sé að hugsa það að segja af sér. Já, ég segi það, hann talaði svolítið undir rós Já. hvort að mann myndi gera það ekki, það er svona eins og væri eitthvað í gangi hjá honum. Svo er líka annað áhugavert sem að gleymist pínlega að ræða því þeir eru ekki að taka þátt í undakeppni Evrópumótsins, þeir halda Evrópumótið. Þjóðverjarnir. Já, þjóðverjarnir. Þeir eru búin að vinna 3 leiki að síðustu 11 æfingarleikjum sem það tekið og gert 2 jafntefli, tapa 6. Nei, ég Tapa meina 6 leiki. 6 leikjum. Þeir töpuðu náttúrulega, hvað síðast núna bara hvað ekki Austurríki og þar á undan á Og voru móti bara- Tyrkjum og Og þeir voru Heima. lélegir, sáu rauðspjaldi sem Leroy Sané fékk. Nei. Þetta var svo mikið, þetta bara endur speglaði hvað er í gangi á Þýskalandi. Pirringur og bara svona óþarfa pirringur sem skilu... Hann er sagður að fyrir til Liverpool. Nú, frá Bayern. Já. þeir ákveð náttúrulega sko Hansa Flick Já. til þess að Ná í Nagelsmann. koma Nagelsmann og það er Það er ekki gangað betur alltaf. aðeins betur í byrjun en svona aftur fara allinda fæti, það virðist þeir eitthvað stórt í gangi og þeir voru Nei, umulega hann sé flikk fór áður, sko. Hansi Flick frá 9. sept eða var síðasti leikur stjórnað á 9. september Já, hann, sko. það er móti Japan, töpu 4 Já, hann sé flikk, já, fyrir. Þú veist það rugla. Já, ég er ruggla, sorry. svo voru Ruggla hann á bæinn þegar hann var þar. þannig að þetta er svona með Þýskalanda því þetta verið svona merkjum stöðuleika alltaf hjá þeim og Já, þau hefur alltaf verið pínu rock solid en bara þeir hafa verið lélegi núna í svona 2 ár þau voru alltaf hræðilegir á HM núna. Hræðilegir á sko. HM. Hræðilegir á HM. Og þeir eru bara heppnir að vera ekki að þurfu ekki að sko, taka þátt í þessu undankefni. Ég er ekkit vissum að þeir hefðu komist á EM sko. Nei, ekki með Að þeir væri ekki að halda þetta mót. Því að maður segir oft skilur, þú veist, þeir eru öryggir á móti, þetta eru bara æfingarleikir, hann er mikið, leikmennir vil ekki eiga hætt á meiðast og hitt og þetta. En það er bara svo mikið andleysi og pirringur í liðinu. Já. Það er ekki, þú veist, jú, þú getur alveg farið inn í æfingarleiki og vera að prófa eitthvað en samt verið, þú veist, að leggja þig fram og spila með gleði og hitt og þetta. Það er ekki til hjá þýska landsliðinu. Nú ætla ég að tala við ykkur um eitt, Manchester United. aftur Ratcliffe er að taka við. Því er aðeins að senka. Já. Það, kemur það óvart að býtu, ég var að lesa um þetta, ég held að veri Telegraph og þau eru fleiri miðlar búin að byrta þetta. Að þeir voru að vonast til þess að Glazers frændur ykkar að það er fyrir þakkagjörðaháttíðina eða þakkagjörðadaginn sem er á morgun. Það er ekki gangu eftir og það er talað um að sé ennþá nokkra vikur og að þeir fá ekki greiðslur fyrir eftir áramót. Já. Á ég sinna bætinni hvað ég las? Vítu og sko Ten Hag náttúrulega fær enga leikmenn í kjölfarið á öllu þessu rugli og það er leikmenn að fara, það er bara flótti frá United núna en svo kom svona lítil lína, það fór rosa lítið fyrir henni hvað Ten Hag er búin að punga út í leikmenn 400 milljónir punda og hvað hefur komið út úr því? Ekki neitt. En ég sá líka í tengslu við þetta með þetta sé að senka hjá Ratcliffe að því að hann er ekki með peningarna sem geta borgað þetta núna. Nei. Að Shakin okkar, vinnarskitta, Dóttin aftur inn. Að hann er tilbúið með 10 milljónir punda. 10 milljarða. 10 milljarða fyrir klúbbin. Staðgreitt takk. hann ætla sér að Glazer hann ætla bara þú veist að hann er tilbúið með það er ekki búin komið tilbúið en að það sé pirringur í Glazerunum að því að þeir eru ekki að fá greitt er ekki að fá greitt frá Ratcliffe en eru búin að semja en þú veist þeir vilja fá peningi sín, þetta er náttúrulega peningagráðugir menn eins og við vitum þannig að geta sagt nei við 10 milljónum punda Já, ef við erum búin að skrifa undir samningi ekki búin að fá greitt þeir eru bara búin að handsala eða þú veist, en það er ekki búin að kvitt undir neitt hann gerur örgla á greiðslinu sko Já annars væri Ratcliffe komin inn og byrjaði að leika sér sko Þannig að þetta er mjög athyglisverð staða í þessu risastóra félagi það er allt basically í steik
sem að slettina aðeins. Já, svo sá ég annað að Þetta hérna, basically leikmennir séu búin að kvarta yfir því að af hverju þetta er að byrja svona illa hjá um meiðslin Það er undirbúinnstímabilið. undirbúinnstímabilið á Ten Hag að það hafi verið erfitt fyrir síðasta tímabil sko, Nei, það hafi verið erfitt fyrir síðasta tímabil en hann tók þetta upp um 4-5 level á þessu undirbúinnstímabili og þeir hafa verið gjörsamlega búnir á því og það er bara enda voru allir farnir í meiðsli bara fyrstu 3 vikunum sko. Ok, það má kannski þú getur kannski pikka út meiðslin þar. Já, ég er ekki Kræmi að rifir það aumingjara að það er nóvember sko, er ekki Ég enda veit búin að það. jafna svo eitthvað undirbúinastíðanbíl og komnir eitthvað form þá bara Nei, Já, málið bara er geta að- það fundið er eitthvað þessi annað. meiðsli skilur En svo er náttúrulega hvað eru þeir að gera fyrir utan æfingar. Já, Þú veist, hvernig eru þeir að hugsa leikmanna. Ok, þeir eru örugglega alltaf í nutti. Eru þeir að nota allir þessu mörglið, eru farin að nota vatnið sem mýkingu og svona hitt og þetta. Já, ég er ekki viss ég er ekki viss með United. Já, og- það er ekki beint Þeir eru að nota kalda vatni, jú. En ég er að tala um öðruvísi, þess að þú ert að gera æfingar í Vatni. sundi, í vatni og mýkja þannig, sko, og lengja, þú veist að vöðvarnir, fótboltamenn er svona kuppar, eða svona kuppast meira, sundmönnum eru lengri. Og því Ég skal segja- því lengri sem vöðvin er því minni líkur á Já. tóknun Já, sko. nú ætlum ég að koma með annað punktur ykkur. Nú var ég að læra undir B-námskeið á KSI, B-jófa-B og var að hlusta á fyrirlestur í fyrradag Já. sem snýrist ákvarðat þetta sem þið að ræða nákvæmlega núna. Ég er búin að ræða þetta í mörg ár, eins Já, og sangutið. þetta er nefnilega skemmtileg pæling af því ég hef alltaf haft svipaða trú og þar var ágætum maður sem að hélt hennar fyrirlög, Kristján Ómar og hann er þessi þórþjálfari, þetta er unni frá honum Georgi Janus, doktor Georgi Janusson, eða ekki svo leys? Jú. Já. Janus Að Guðlaugs. Nei, Janus Guðlaugs fyrirgjöðu, Já. það var sem ég ætlaði mér að segja, að hann var einmitt að gjaldfæta þetta bínleita að æfingar í sundi er alltaf að hafa þetta hluta prísisón til að koma mönnum í stand, en þetta gerir ekkert fyrir því inn á fótboltavelli að þetta er svo ólíkar. Já, ég Hann er er ekki að tala um ég er það. akkurat ekki að tala um það. Ég er að tala um það að þú notar þetta með. Já, ég Skilurðu? skal alveg segja ykkur það þegar ég var í Notar þetta með? fótbolta í Fjölni Það er Þú græðist ekkert á því. Nei, þegar ég var í fótbolta í Fjölni þá var ég Og mýkir. mjög mikið í því að togna og þá var ég með þjálfara sem að heitir Teddy og gerði góða hluti með Þrótt á sín tíma hann sendi mig bara í sund og nú ferð þú að labbar í sundi inn í laugina Já, já. og þú labbar 20 hringi svo ferð þú og skokkar 5 hringi og svo labbar og aðra 20 hringi og, Bara að gera alls konar og þú veist og ég var sko að því að þá var það pælingin og tognar, þú getur ekki fara út að hlaupa en þú ert að halda þólinniðinu Já. og þú getur gert það og málið þolæfing virkar er maður lagaðist þetta er líka það, vöðvin lengdist ég var fljótar í afnami á tognunni og ég hélt í þólið Ég gerði Þetta það er, sama, skilurðu, sama þegar ég sleið crossbandi þá var æfingarna að fara í hlaupa í sundleginni með svona kúta á mér þannig ég var í frjálsu ég ætti bara að hlaupa á staðinu basically, bara Já. hreyja mig í vatninu Já. og sami skriðsundu allt þetta til þess að halda upp í Já, þóli. ekki bringusund. Nei, ekki bringu, Já, það reynir þá á, geturðu- þá Já. ertu líka að tegja á hnénu, þú veist, það er ekki áreynslu laust á Nei. liðamótin. en En þetta hitt er- er já. með þetta skilur þegar þú er En ég hugsaði þetta, sko, halló, við erum að tala um atvinnumannaliði, stærsta klubb í það er- heiminum. Ef þeir hafi ekki læknisfræðileg vísindi á bakvið sig og vita hvernig er best að Ég var alveg til að fá að vita þetta. trýta leikmenn, þá þurfa menn Við að finna sér verðum að eitthvað. Ef spila við það. ykkur er sett í hérna sem er búin að spila, ég spila í næri deildum og ég veit Ég ekki líka, hvað, á já. næri deildum og við erum með einhverja pælingar þetta og þeir eru ekki búin að kveikja á því. Ég ætla að leiða mér að efast það. Ég hljóta að vera með allt til alls. ég spyr mig Þeir- samt að því að Þeir þú hljóta horfir á með allt til leikmenn alls. sem eru bara alltaf meiddir þú horfir á leikmenn sem það Martial ekki. þú horfir á leikmenn sem Varan Þú færð það hluta. sem eru alltaf að vinna í sko brasi með tognanir svo eru þeir svona þeir eru búin að jafna sig á meiðslunum þá eru þeir í aðrar 4 vikur að koma sér í Já, en- eitthvað stand til þess að geta að spila Ef 20 við vissum mínútur alveg með Varan var ekki meðslafrí leikmann að kemur til United. Nei. Hann var alltaf, hann á bara þessa sögu. Menn eiga ákveðna sögu. Bara frægasta dæmi líklega Michael Owen og þegar hann var skoðaður vöðunni þá var hann komið örvefi í kringum þess að tognari. Þannig að hann mátti við voða litlu átæki og álægi til þess að togna aftur einhvern veginn. Það bara, vöðunni hefur aldrei fengið jafna sig. Þannig að ég held að þetta sem ég eigi, stundum er þetta líkamlegt bara, þú veist,
bara einhvern veginn, mér finnst það samt skrítið maður horfir á, þú veist, það voru bara 3 vikur búnar, 3 umferðir búnar og það var hálftliðið komið meðsli, sko. Já, það getur líka bara verið síðasta tímabil, við erum að horfa öll inn í deildinni vera að lenda í þessu núna og United kannski mest. Ekki 100 leikmenn í úrvalsdeildinni sem meittir núna? Það er búin að koma upp, hvað sá ég, 100, kringum síðast tímabil var náttúrulega rosalegt. 179 meðsli á þessu tímabil. Já, það eru 100 leikmenn meittir núna. Já, en það er komin 179 meðsli sem er 15% hækkun frá því síðustu 3 tímabilum, sko. Já, við erum að tala þú veist, síðast tímabil var HM ofan í tímabili og þetta var langt tímabil og hitt tímabili byrjaði á sama tíma samt sem áður. Víktu bara að Afrikukeppnin í janúar, heyriði. Það voru að tala áfram United, það var Luke Shaw, King Luke Shaw, hann er byrjað að ræfa. Og Nana er meiddur. Sem er geggjað. Það er frábært, þá fær hann hérna Hólandi meiddur. Já, nei, hann verður klár. Hann verður klár, já. En Bæjendir, hann, þeir byrjuðu strax á Twitter, United menn að kom með klippur og leikjur hans fyrir Tyrkland og hann væri frábær í löpunum, sko. Þetta voru enga klippur á hann að verja, þetta voru klippur á hann að rölda svona með boltan og senda á næsta mann. Þeir eru fyndnir. Það er Trönuberja indislegi í dagurinn í dag. Við erum strax komin í dag, en allt búið? Það er ekki allt búið. Jú, Valtýr, það er allt búið. Ertu alveg viss? Ertu grínast í mig? Þú sendur okkur svo langan postaða. Já, ég er búin að fara. Þetta getur ekki verið. Undankeppni EM. Þið þurfum ekki að lesa þetta aftur. Við erum búin að fara í gegnum þetta. Herri, þetta er fín. Já, ok. Ég er búin að fara í allan listan, sko. Þú fékkst það post, fréttunum barst bréf í gær. Fréttunum barst bréf? Nei, þættunum barst bréf. Ekki bara ég sem var með tunguna núna. Ég fekk enga post. Jú, ég las hann fyrir í gær. Þú hringdir í mig. Já, ég fekk ekki. Ok. Hvað var það? Hvað er með það? Það var hérna einstaklingur sem sendi okkur post það að það var búið að ræða svo mikið hann Harald Björnsson Stjörnunni að senda þinn á mín skoðun og að hann hefði það frá áræðilegum heimildum að Halli væri bara að fara að leggja hanskana hilluna mjög áræðilegum heimildum eftir sjá að Halla mikill og það er rétt hann er hvað skrifaði hann inn í message Já, ég var að lesa það líka Lesa þetta, hver er sem að skrifa? Nei, ég ætla kannski ekki að nafngreina en hann er tengdur einhverju fjölskylduböndum og samningnum var sagt upp og Takk fyrir þetta bréf Það var líklega hættur Þannig að Halli Björns hættur í fótboltaöllu líkjum það er ekki góð. Það er skellur. Það er líka leiðilegt. Ég meina leiðilegt bara enda ferilinn svona. Það er búin að eiga frábæra feril og bara löngum tíma með besti markmaður deildarinnar. Maður vill eiginlega hætta á eigin forsendum. Það er ekki hætta á þessum forsendum. Sko. En ég vona að hann vinni sér tilbaka úr þessu og... En þetta er náttúrulega svo erfitt. Hann fór í vor, þá fer hann í aðgerð á mjöðum. Út af meðslum að hvort það síðastu vetur að aðgerða mjögum bara þrálátum meðslum og hún klikkaði þannig að hann þurfti að fara aftur í aðgerða mjögum á mánudaginn í síðustu viku og þetta er bara, þú veist, ég held að hann þurfi líka, hvað er hann, 35 held ég ég held að hann þurfi líka svolítið að hugsa sko bara sína líkamlegu heilsu eftir að ferlinu líkur, ég meina það er ekkert grín að vera mjadmasjúklingur, maður hérna verið framan okkur, hann veit allt um það hann verður 35 á næsta ári en það sem er að fúla við þetta er það að þú hættir ekki þínum forsendum og leikmennum finnst eins og þeir oft eigið að skilja að fá hætt á eigin forsendum þannig að það geti vel verið ef hann næra að jafna sig að fá eitt leik finni sér lið og spili og þá kannski klára hann eitthvað tímabil hérna, hvort þið er næsta tímabil að þar næsta í hvaða deildaverður kemur bara það er það, ég ætla ekki einu svona fabilæra með eitthvað lið en það er bara skemmtilega að fá að hugsa bara ok, ég náði tímabil, ég ætla að hætta núna að því að mig langaði til að hætta, ekki að því að lækninni sagði ég það að hætta algjörlega það mér var álægt í 7 ár að hætti fótbolta þá til ég breytti bara styrktaprógram að hætta að hlusta sjúkraþjálfarana og fór að lesa mig til á netinu og finna eitthvað reynslusögur og þá hætti ég með og meittist ekki, fór í 5 aðgerð á fyrstu 7 ára fyrirlisins og síðan fór ég aldrei í aðgerð
Þannig að hérna þá og hætti bara sjálfur eigin fórsetum, þetta skiptir alveg máli. Það skiptir máli, algjörlega. Heyriði, það er sem sagt í dag Trönubyrjadagur. bestu kveður til Hallabjörns, alveg langbestu kveður og takk fyrir hana post, þú sem að sendir okkur og minni á mín skoðun á Facebook. Alltaf gaman að fá post. Já, gaman á post, takk fyrir það. Þetta var Það er sem sagt gott innlegg. Trönuberja dæmið í dag, Já, það var bara yndislegt. Er það ekki út af þessu Thanksgiving? Já, það Andri? er sem að Drinksgiving í dag. Það er Drinksgiving í dag. Já. glataðu dagur. Þetta er umjöluð Drinksgiving. dagur. Nei, bara glataðu trönuberja dagur. Veistu hvað, þetta er vond ber. Trönuberi viðbjóður. Þetta er ógeðslega Þetta er bara vont, sko. beist, þetta er bara eins og að drekka hóstasaft eða eitthvað, þetta er bara óþveri. Hefur smakað þetta? Þetta er bara, Þetta þetta er er hræðilegt. ógeð. Ok, Þetta er ekki gott. en það er bara samt hann í dag. Ég valdi þetta ekki, sko. Þú valdir að segja frá Það þessu. er Drinksgiving í dag. Drinksgiving. Já, Allir hættu þessu fylla þetta Þetta er þá. bara Já. Á miðvikudegi. bandaríkjamenn að vera hallarislægir. Þetta eru bandaríkjumenn að búa sér til svona afsöngum fyrir Þetta því er að bara þetta fyllir í. bandaríkjamenn eru hallarislegir bara Já. í öllu sem er viljað til að taka fyrir hendur. Ég Drinksgiving get- dagur. Ég get þetta alveg ímynda mér að Bretin taki þennan dag alvarlega, sko. það er Það er allir barir fullir núna. Já, örgulega. Úskulegt. National Jukebox Day er í dag. Já, stórgóðslegt. Svona það sem þú setur pening í og Já, hérna, Jukebox. og vel er svona Þú veist, Það þetta eiga er sko, svona djúpbox. ég var í reynda. Jöfull myndi ég vilja eiga svona Jukebox. Mér finnst Arnar. þetta reynda sko, Ha? tölum mér finnst þetta áhugavert. af Það því að- var alveg geggja. Bara- Hvað geti, ef einhver veitur svona Jukebox. sem Hvar ekki- ætlar að koma því fyrir Já, ég hef alltaf bara að koma Bestu. eftir. Ef einhver veitur svona Jukebox, endilega hringið mér. Bestu veist atrið, það, bestu þú veist atrið kvikmyndasögunar Já. er alltaf þegar einhver er stattur og bara eitthvað svona romantist í gangi og hann lappar upp, setur pening í jukebox og velur eitthvað lag. Heyrðu, Þetta er bara á geðveikt, morgun- það er bara alltaf. Á morgun er jukeboxið. Thanksgiving. Já, er það á morgun? Já, það er Tyrkja, ekki Tyrkja heldur. Tyrkjahátíðin. Það er Turkey Day. Já, 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 það er sem sagt kalkunadagur á morgun. kalkunadagurinn. Og Dr. Who Day. Það er enda geggjar þetta, sko. Já, En þetta er mér en ofmat á kalkunum. Já, oi. Borðið bara kjúkling, kalkun er viðbjöður. Nei, ég meina, þú veist, Jésus hvað, já, hvað Nei, er henni það? er ógeðslega vondur. Hvað töflur tókst þú í morgun? Ekki Þetta blái. er svo þurrt kjöt, sko. Þetta er Nei, ógeðslegt. þetta er ekki svo ég gerði Þetta er það. álíka þurrt eins og rjúpur, sko. Ég Þetta er ætla bara- að reyna þetta er sko, eins og þú gerir þetta. Ég hugsa að hún er bara að smakka þetta á þér. Það sem hún er örugglega að segja núna er kalkunni sem hún fekk frá pappa Herðu, sinni. hún býður Þannig að- alltaf alveg sérstaklega, sko. Nei, ég vil fyllinguna. Já, hún er Ég vil geggjuð. ekki fugglinn, sko. Við Bara skulum hefur alveg bara við. kalkun, bara Heima pappa. pappa. Nei, ekki, þú varst að tala um hennar fyrra. Ekki Hann svo er ég aldrei þurr hjá mér. Hann er aldrei þurr hjá Getum mér. við erum með tvo aðla sem að borða sama kalkunin. Við hliðin á kjúkling, þá er kalkun bara þurr. Og að skríti Já, bræða á já. honum. Þú veist, ég fæ mér sko svona, ef ég Nei, með... kalkun er bara ofmat, Já, ég algjörð meina, ég ofmat. fæ mér svona 1/3 disknum er fyllingin. Svo fæ ég mér kannski svona 3 kartöflur. Svo fæ ég mér svona pink, litla sneiða kalkun og svo bara sósa. Já, rest. mikið af henni. Já, mjög mikið. Djúfull ertu illa við farið. Já, ok. Hún var að tala um kalkunin þinn, sko. Það er, sko. Ég hendi líka rjúbormann sinni í þetta, sko, sem ég bara... Rjúper er líka ógeð, sko. Jésus, hvað Molda bræða af því, sko. Hvor megin fóru þið fram úr í dag? Hræðilegt. Borðið bara kjúkling Já, og bara hræðilegt, hvorum megin nautakjöt þið- og svínakjöt Nei, og sko, lambakjöt. rjúpurnar samt, sko, eru þannig að það er lyktin af þeim og þá automatikli finnst mér maturinn vondur, sko. Ég get ekki borða En mat sem vond en lykt. sósan er góð. Þú gerir góða rjúpursósu. Ef það er vond lykt af mat, þá get ég ekki borða. Ég Það er kúast, sammála. ég æli við lykt. Ég klík ekki Er þetta þetta sem það er í er- heiminum. Ég er bara... Ég bara æli Já, við ég fyrir ætla- ég ætla- vondulykt, þá bara æli ég. Ég ætla bara að segja þetta ágætt núna áður en að Nei, Kitty fyrir að æla nei, þetta. fleiri Fleiri dagar. dagar. Komdu Nei, fleiri- þetta er jú. búið. Er þetta búið? Já, ég er búin að tala um allt með Dr. Who og allt þetta maður. Doctor Who, Og Thanksgiving og Drinksgiving og hundleðilegi dagur. ég veit það. Og Trönuberi og þú búin að æla yfir þetta allt, sko. Trönubær er ógeð. Þetta Hún er- ældi kalkunum minn Já. og hérna... Þú sáum Henda með að ég ætla bara að henda ykkur út. Þú hefur ekki smakað kalkunum minni. Hvaða kalkunum maður? Já, pappa. Þetta er bara orðið gott. En þetta er góður dagur í dag að mörgu leiti. Það var þennan dag 1968 sem hvíta albúmi með Beatlunum kom út. Stórkostleg plata. Hlustið á hana ef þið ekki gert það. Þetta er alvöru tónlist. Ekki eitthvað gert í einhverjum rafmagnstækjum og eitthvað svo list. Þetta er tónlist eins og ná að vera. Vinsalasta hljómsveit allra tíma. Takk fyrir að horfa á okkur. Hér er mín skoðun á broadcast.is og við minnum á Facebook síðu okkar mín skoðun. Það er þetta að koma með svona skemmtileg bréf og margt fleira. Verið sæla sinni.